Í þessu myndskeiði ætlum við að sýna hvernig við skipuleggjum handbækur og efnisyfirlit inn í gæðahandbókinni og höfum þá hugarkortið sem við vorum að vinna með áðan þar sem við sáum alla starfsemina til hliðsjónar. Við skulum byrja á því að smella hérna á handbækur og hér sjáum við að það er búið að setja upp í rauninni allar handbækur nema eina, sölu- og markaðsmálin. Og það sem við gerum hér er bara að smella á nýtt handbókarskjal og skrifum hérna sölu- og markaðsmál. Hér getum við skrifað einhverja lýsingu við viljum. Við munum bara að alltaf að ýta á vista og síðan loka ef við viljum vista einhver skjöl inn í gæðahandbókinni. Þið sjáum líka að hérna hefur handbókin sölu- og markaðsmál ekki dottið inn ennþá. Við ýtum á F5 og þá gerum við refresh og þá dettur handbókin hér inn. Nú skulum við fara hérna í uppsetningu af því nú ætlum við að fara að setja upp efnisyfirlitið. Og það er þetta skjal hérna uppsetning vefhandbókar sem við erum þá að vinna með og hér sjáum við að ég er búin að skrifa inn það sem við settum upp í efnisyfirlitinu í hugarkortinu og þetta er bara plain ritvinnsla, við bara skrifum og ýtum alltaf á enter á milli. Ef að við viljum hafa hierarki í efnisyfirlitinu sem við sjáum betur og eftir hvernig kemur út að þá notum við svona merki á milli. Við ráðleggjum ekki hafa þriðja levelið vegna þess að það verður svolítið leiðinlegt ef við farum að vinna með það og þurfa að smetla aftur og aftur og aftur. En 2 level er bara fínt að nota og síðan getum við eins og við sjáum látið skjölin vera kannski beint undir eins og við sjáum hérna í öryggismálunum, beint undir í öryggismál eða var til með stefna í öryggismálum og síðan skjöl sem tilheyra brunaæfingum þar undir rýmingar áætlunum þau skjöl sem eiga að vera þar. En nóg í bili, við eigum svo eftir að sjá á síðari myndskeiðum hvernig við vinnum með skjöl og tengjum efnisyfirlitinu.